Nú erum við eiginlega komin að sögulokum eftir að við höfum farið í gegnum Flugumýrabrennu og hefnd Gissurar. Hann kemur svo heim 1258 og það orðinn jarl yfir landinu í umboði konungs og á næstu árum gerist bara það að landsmenn ganga Noregskonungi á hönd og þjóðveldistímanum lýkur og í staðinn fyrir einn af þessum stóru höfðingjum Sturlungaaldar sem voru margir hverjir að berjast fyrir landsyfirráðum, þá fer það svo að það Noregskonungur sem verður okkar yfirvald. Og þessi stórkostlega merkilega saga og þetta merkilega tímabil í Íslandssögunni sem við köllum Sturlungaöld, sem voru náttúrulega bara einhverjir áratugir, hvað svona eftirminnilegast í okkar huga? Siggi Hansen, þú ert elstur og vitrastur. Sko, í sambandi við þennan lokapunkt sem var nú þarna á síðustu árunum þá finnst mér nú að allt sem sneri að Þórði Andréssyni það skiptir nokkuð miklu máli og það sé svona dálítið stór atburður. Þarna verða raunni líka endalok þessara miklu fræða og valda ætta Oddaverjana. Hann hefur nú verið kallaður síðasti Oddaverjinn og kannski var hann það að þeir létu kannski ekki mikið af sér bera eftir fall Þórðar Andréssonar. Mér finnst það líka að ég hef svo sem ekki stúderað persónu Þórðar ofan í kjölinn en mér finnst að hann hafi farið þarna ómaklega ansi mikið halloka í þessum viðskiptum sínum við Gissur Þórðarson. Óttar, við hljótum að beina sömu spurningu til þín sem frændi þessa fólksins og margot hefur komið fram í blöðum. Sko, það sem mér finnst náttúrulega merkilegast þegar maður horfir öxl og horfir á þessa sögu, það hvílíkur harmleikur þetta í raun. Og það sem alltaf vakti fyrst og fremst athygli mína hvað þetta fólk náskylt. Þetta eru náfrændur, þeir eru tengdir í bak og fyrir, þetta eru svilar og gamlir vinir, uppeldisbræður og í raun og veru hvað ótrúlega mikið miskunnarleysi samt ráðandi í þessum viðskiptum. Og í raun og veru þetta siðrof sem mér finnst maður sé að horfa á, svo mikil siðblinda og þegar fólk að láta drepa nána ættingja sína sem í raun og veru ekki neinu samræmi við hvorki guðslög né mannanalög. Þannig að þarna einhver svo mikið siðblinda, svo mikið siðrof í þessum átökum þar sem að nánir vinir, ættingjar, svilar, frændur, uppeldissynir að berjast og drepa hvort annan. Og þetta hefur alveg ótrúlega vond áhrif á allt þetta samfélag. Og einhvern veginn það verður svo mikil siðblinda í þessu samfélagi og svo mikil mannvonska sem að færa að grassera. Og það það sem að mér finnst alltaf hörmulegast þegar ég að lesa Sturlungu. Það þessi mannvonska, þetta siðrof og þessi siðblinda sem ríkjandi á þessari öld. Sigríður, þú hefur nú lifað og hræst á Sturlungaslóð og í þessum heimi. Já. Hvað það sem þú upplifir svona stærst í svona heildarmynd? Já, það þetta sem að Óttar að segja, frændur voru frændur vestir. En fyrst og fremst finnst mér þetta hápólitísk átakasaga sem að segir mér að þetta risastór saga. Hún með svo mörgum fjölskyldum og mörgum fjölskyldu þáttu sem hægt að draga út henni sem eru raunverulega allar frekar sorglegar sögur. Það ekki margar hamingjusögur þarna í þessu stóra bindi, þessari stóra bók. Síðan finnst mér það sem ég horfi alltaf eftir þegar ég les Sturlungu, það ekki bara samskipti manna, því þau birtast manni í allri sinni stóru mynd, hvernig samskiptin geta farið hörmulega og eins vinátta og vináttu rof og hatur og allar þessar tilfinningar eru bara stökkva á manna hverju blaðsíðu. En það sem ég horfi eftir það siðir þeirra,
við hvað eru þeir að fást, hvernig þeir búa sig, hvernig þeir lifa lífinu, eins og hægt er að lesa það. Og eins líka horfi ég alltaf eftir tengslunum, hvað er þetta á bak við þessa atburði sem veldur þessari togstreitu, og ég enda alltaf á sama stað, á kirkjunni. Þannig að þetta er raunverulega saga kirkjunnar líka, ekki síður heldur en þessa átakalegu fjölskyldusögu sem við leita fram. Ég er nú mjög sammála því, öllu sem að þið hafi sagt. Mér dettur kannski að bæta því við sem að mér finnst svo einkennilegt við þennan tíma, er að þetta er náttúrulega blóðugasta tímabil Íslandssögunnar, eina svona borgarastríðið og vonandi það síðasta fyrr sem að verður háð hér í landinu. Og með öllum þessum hörmungum og blóðsútellingum sem við köllum Sturlungaöld. Það sem mér finnst svo einkennilega einhvern veginn öfgakennt er það að á sama tíma þá er búin til merkilegustu menningarafrek sem að við kannski getum státað af sem þjóð fyrr og síðar. Það er að segja fornbókmyndirnar sem skrifað voru á 13. öld. Og það sem meira er að ófriðurinn er kenndur við þá ætt sem kannski hafði sig mest í frammi í þessum slag, það er að segja Sturlungana, að þekktustu höfundar aldarinnar sem við vitum og eru nafngreindir, þeir eru líka af þessari sömu ætt og það sem meira er þáttakendur í mörgum þessum stærstu viðburðum. Og til dæmis bara það að við skildum þessari atburði gerðust færa okkur þessa miklu sögu Sturlungaaldana, bókina Sturlungu sem við öll höfum einhvern veginn sogast inn í og sitjum kannski einhver leyti þar föst. Þessi rétt eins og þjóðveldi líður undir lok þarna á ofanverði 13. öld að þá lognast líka þessi mikla bókmenntahefð út af og menn hafa reynt að festa á því fingurinn hvenær það gerðist. Ég myndi segja, ef ég vildi fara að efna til mikils rifrildis við fjölda manns, ég veit hvenær þetta leið undir lok. Það var 30. júlí 1284 þegar Sturla Þórðarson lést, en við skulum ekki hætta okkur út í það. En þökk sé Sturlu. Þökk sé Sturlu, já. Punktur.